Tilgangurinn með kvöldum í kvöld að draga upp smá mynd af Nýja testamentinu, bæði ritum Nýja testamentisins sjálfum, en eins svona hvaða hópar fræðimenn hafa talið sig greina í gegnum þessi rit. Og ég kem til með að stilla upp mynd af frumkristnum átrúnaði sem að gríðarlega fjölbreytt, ólíkar hugmyndir, ólíkar túlkanir, og síðan munum við að lokum fjalla hvernig að frumkirkjan reyndi og reynir enn að setja þessi rit, þessar áherslur, þessar túlkanir í samhengi, allir samhengi, sem að á hverjum tíma verkefni kirkjunnar og verkefni hins trúa. Nýja testamentið samanstendur af 27 bókum og ég kastaði fram fyrir spurningu síðast hver staða biblíunnar í samtímanum og talaði það út frá bæði hversu lítil þekking manna svona almennt á þessu ritasafni. En eins líka að Nýja testamentið í okkar menningu sveipuð dulúð. Við nálgumst Nýja testamentið fyrst og fremst frá sjónarhóli þess að vera trúarrit. En það eru margar leiðir til þess að nálgast þetta rit. Og sú leið sem við þurfum að fara í kvöld kannski fyrst og fremst að segja að geta rit Nýja testamentisins sagt okkur hvaðan þessi hreyfing er sprottin, úr hvaða jarðvegi verður kristindómurinn til. Og svo spurning sem ásækir mig í þessum frumkristnu hugmyndum hvernig gat hugmyndafræði fámenns hóps í útjaðri heimsveldisins, orðið að meirihluta átrúnaði rómverska heimsveldisins á rúmum 300 árum. Bækurnar eru fjölbreyttar og ég þarf sjálfsagt ekki að fara yfir með ykkur hvernig Nýja testamentið samsett. Það eru 4 guðspjöll sem að segja söguna af Jesú frá tilurð til dauða og upprisu. Jóhannesar guðspjall byrjar á handan veruleika, í upphafi var orðið og orðið verður að Jesú. Á meðan að Mattheusar guðspjall og Lúkasar guðspjall hefja sína frásögn á jólafrásögninni, á fæðingarfrásögunni. En Markúsar guðspjall hefur svona látlausari upphaf. Það kom frá maður. Og síðan eru þessi rit fyrst og fremst bréf. Lungað af ritum Nýja testamentisins eru bréf sem eru eignuð Páli postula, þriðjungur Nýja testamentisins, og svo í lokin eru bréf sem að kennd eru við aðra, sem eru Jakobsbréf og Lúthersbréf, og loks endar ritsafnið á opinberna riti eða apókalypsu. Og þessar bækur eru allar ritar á grísku eins og við ræddum síðast og eiga það sameiginlegt að hafa umfjöllunarefni eða grunnspurningu hver þessi Jesús? Og svörin eru ólík en miða öll með einhverjum hætti að því að sýna fram á að Jesús sé tengdur Guði á sérstakan hátt. Heill og sæll, velkomin. En við veltum fyrir okkur í upphafi kannski á hvaða tímaskeiði þessi rit eru skrifuð. Þá miðum við okkur tímatal við fæðingu Jesú og
og fræðimenn hafa gert sér í hugarlund að það skeki einhverjum árum mögulega en við erum svona gróflega að tala það að Jesús, hinn sögulega Jesús, verður til í kringum árið 0, hvort við miðað við 4 fyrir Krist eða einhver álíka dagsetningu. Og í gegnum Jóhannesarguðspjall sem að merkilegt nokk, þó að Jóhannesarguðspjall sé nú ekki álitið sögulegasta guðspjallið, þá getum við lesið að hans örlög voru ráðin svona í kringum 33 ára aldur eftir svoleiðis. Þannig að þjónustu Jesú lýkur í kringum 33. Þannig að við erum að sjá það að fyrstu guðspjöllin sem koma fram, Markúsarguðspjall er líklegast elst, að þau eru að koma fram einhverjum 40 árum eftir dauðans. Og Markúsarguðspjall er skrifað sem viðbrögð við ákveðinni krísu. Það er að segja að mustrið í Jerúsalem, sem að dvalarstaður Guðs, samkvæmt gyðingum átökumveginn, er fallið. Rómverjar eru búin að leggja mustrið í rúst. Og Markúsarguðspjall svarar því, hvar er Guð í þeirri krísu, hvernig birtist hann, og svarið er, jú, hann hefur komið með eitthvað nýtt, sem að þá þjónustu á persónu Jesú. Og rabbínskur gyðingdómur kom með svör við sömu krísu, sem að voru á þau leið að Tóran, að Gamla testamentið, sé dvalarstaður Guðs. Það er að segja að hugmyndafræðin með mustrið hafi ekki verið rétt. Það eru einhverjar áhaldum það hvort ritið er yngra, Lúkasarguðspjall eða Jóhannesarguðspjall. En þið áttu ykkur á að Lúkasarguðspjall og Postulassagan er sama rit, þó að Jóhannesarguðspjall komið þar á milli í uppröðu Nýja testamentisins. Og Lúkasarguðspjall er að mörgu leyti merkilegt fyrir þess sakir að það stillir upp sögun af Jesú sem svona samhangandi narratív. Og dagatal hins kristna heims er byggt á Jóhannesarguðspjalli og Lúkasarguðspjalli fyrirgefið. Og það ferðast þá frá fæðingunni í Betlehem, fagnaðarerindið ferðast, þar til að það uppfyllist á krossi í Jerúsalem og Postulassagan tekur upp þráðinn þar frá Jerúsalem til Rómar, þaðan og þangað sem allir vegir liggja. En elstu rit Nýja testamentisins eru Pálsbréfin og fyrir að Þessalóníku bréf er talið þeirra elst, líklegast ritað í kringum 51, þannig að þau eru skrifuð 20 árum áður en að Guðspjöllin koma fram. Og Pálsbréfunum hefur verið skipt af fræðimönnum niður í þau sem að líklegast koma frá Páli sjálfum. Og það er þessi listi hér, þeirra yngst er Rómverjabréfið sem er svona guðfræðiritgerð eða þannig. Og síðan bréf sem eru eignuð Páli en er útilokað að séu komin frá honum vegna þess að þau endurspegla sögulegar aðstæður sem eru bara eftir hans daga. Og það er engin ritfölsun eða verið að villa sér heimildir í því. Það er vel þekkt hefð í hinum forna heimi að taka upp þráðinn þar sem að kennarinn lét staðar numið og halda áfram hefðunum og höfundar þessara rita, Tímóteusarbréf og Títusarbréfa, Efesusarbréf, Kólusarbréf, Þessalóníkubréf og Hebreabréf, töldu sig vera að skrifa trúinn boðskap Páls og halda áfram hans arfleifð. Hugmyndir manna tilengun rita er allt öðruvísi heldur en í dag. Og þriðji flokkurinn, sem má segja, eru svo þessi bréf sem eru til öðrum hefðum. Fyrsta, annað og þriðja Jóhannesarbréf eru líklegast orðin til í sama samfélagi Jóhannesarguðspjall verður til. En opinberun Jóhannesar, þó hún sé kennd við Jóhannes, er nokkuð ólíkt. Fyrra Pétursbréf, Júdasarbréf og síðara Pétursbréf eru svona hirðisbréf, svo má segja, og endurspegla hluta pálinskar áherslur. En síðan er Jakobsbréf sem ég mun fara í síðan sem er mjög heillandi rit og það er eiginlega mjög erfitt að festa hendur á
hvaðan það komið, en fræðimenn hafa almennt talið að það sé annarkvæmt mjög gamalt eða mjög ungt og það eiginlega ekkert bara milli. Skemmtilegt að þannig Nú ef við byrjum á því að skyggnast aðeins bak við ritin sjálf, hvaða áherslur og hvaða hópa sjáum við bak við ritin sjálf. Þá það nokkuð ljóst að samstofna guðspjöllin þrjú, sem eru Markús og guðspjall, Matteus og guðspjall og Lúkas og guðspjall, að þau tengjast með einhverjum hætti. Og það hafa komið fram einhverjar kenningar það hvernig þau tengjast, en sú hugmynd sem að þykir langsennilegust sú, sem sagt að Matteus og guðspjall og Lúkas og guðspjall hafi þekkt Markús og guðspjall og tekið það upp í heilu lagi fyrir utan stóran kafla sem að báðu guðspjallamenn sleppa og menn hafa þá velti fyrir sig hvort að það séu síðar yfirbækur Markús og guðspjall eða ekki. Og þá skýrt töluverður hluti af þessum guðspjöllum, en séu Lúkas og guðspjall og Matteus og guðspjall borin saman, að þá kemur í ljós að það eru 237 vers sem eru samhljóma og með einhverjum hætti þarf að skýra samband þeirra. Og þá hafa menn gert sér í hugarlund að það sé einhver heimild sem að í daglegu tali fræðimanna kölluð ræðuheimildin eða Q eftir þýska orðinu Q sem þýðir bara heimild, sem að þessi höfundar, Matteus og guðspjall og Lúkas og guðspjall, þekktu og notuðu sitt í hvoru lagi og með því að bera saman með hvaða hætti þeir nota Markús og guðspjall í sínum ritum, að þá hafa menn gert sér í hugarlund hvernig að þessi heimild vil litið út. Og það líklegast á ferðinni spekihefð. Þetta eru ræður, þetta eru ummæli Jesú og megnið af fjallræðunni þekktu í Matteus og guðspjalli komið úr þessari hefð, þessari heimild. Og þið sjáum þarna eru tölur fyrir aftan og tölurnar eru samhljóma hvar þessar texta að finna í Lúkas og guðspjalli, en allir þessi textar í mann rétt eru tilheyra fjallræðu sem 50, 77 kafli Matteus og guðspjalli. Og það áhersla sem sagt á ríki Guðs, að ríki Guðs sé hér og nú. Það sterk eftirfylgniskrafa að fylgja Jesú og það að lifa í ríki Guðs þýðir það að þið hafið lífstíl sem að öðruvísi heldur en heimsins. Þú hefnir ekki fyrir það sem gert þinn hlut, þú sýnir kærleika, þú slekkur bál ekki með eldi heldur með vatni, þú sýnir kærleika og lifir eins og að þú tilheyrir öðru ríki heldur en heimsins ríki. Og þetta þá einn hópurinn, eða einn elsti hópurinn sem að við fáum innsýn inn í gegnum Nýja testamentið og ræðuheimildin líklegast að verða til svipað leyti og elstu Pálsbréfin að jafnvel eldri, 45-50 og svoleiðis. Nú í gegnum Markús og guðspjall hægt að lesa allavega 2 hópa sem að fórum í ólíkum höndum hver þessi Jesús Og fyrir hópurinn hópur sem að leitar mjög til grískra hefða, sér í lagi kýmike eða hundingja, sem mix á ensku, en hundingjar voru hópur heimspekinga sem að hafnaði svona klæðaburði og hátterni heimsins, sambærilegir kannski við punkara samtímans eða jafnvel hippana. Neituðu að fara í bað og klæða sig snyrtilega og neituðu að vera kurteisir, en ekki í einhverju unglingalegri uppreisn, heldur til þess að sýna fram á að það sem við köllum viðteknar venjur ekki í lögmál. Og boðskapur þeirra snerist það að lifa lífi sínu með mannhelgi að leiðarljósi en ekki einhverja fyrirfram ákveðin siði.
og kreyjur eru sögur slíkra kíníkea sem eru mjög þekktar í þessum heimi og þar gegnir húmor vega miklu hlutverki. Og deilur Jesú við faríseana eru settar upp í Markúsarguðspjalli með sambærilegum hætti og kreyjur kíníkea. Og svo ég nefni einhver dæmi þetta að þá er mjög áberandi til dæmis þetta fyrsta dæmi sko. Þegar Jesús spurður hvers vegna hann etur með tollindumönnum og bersendum, þess að hann að eiga samneyti með fólki sem hann á samkvæmt hefðinni ekki að gera, að þá segir hann ekki þurfa heilbrigði læknis við, þetta er þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta heldur syndara. Hann snýr við í raun og veru, hann umgengst þá frekar sem hann á ekki að umgangast, heldur en hina og öðrar þar með samfélagslegum viðmiðum. Og mjög algengt í þessum kínísku kreyjum er það að svara spurningum ekki. Og það sé að við með því sko, Jesús spurði til dæmis hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf sem mjög gild spurning í trúarsamræðu samtímans. Og hann svarar sko, enginn góður nema Guð einn. Sko, svarið út í hött, færir fókusinn frá því sem raunverulega spurt og yfir á eitthvað annað, en með því opinberast á einhverju leyti fáránleiki spurningarnar, svona að segja. Og það séum við með, já, og sjálfsögðu fyrirgeðu spurningin sko, þegar Jesús spurður hvort að auðmenn komist til himna, að þá segir hann sko, auðveldar úrvalda að fara í gegnum nálarauga, en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Hann færir fókusinn frá skiljanlegri spurningu og yfir í eitthvað sem óskiljanlegt. Og kíníkear eða hundingjar, það rómverskur höfundur hann nafni Díógenes Laertius sem skilur eftir stærsta safn ummæla hundingja og ef við berum saman ummæli Jesú við slíkt að þá er ég með dæmi það þó að það kom ekki upp á skjáin hjá mér. Þegar Antisthenes ávítaður fyrir að vera í slæmum félagsskap, svarar hann, læknar umgangast sjúklinga sína án þess að veikjast. Og mitt uppáhald komið frá Díógenes Laertius sjálfum. Flestir, segir Díógenes, eru svo bilaðir að putti skiptir þá sköpum. Ef ég gengum með löngutöng og lofti, telja mig allir brjálaðan, en ef ég gengum með litla putta þá eru öllum saman. Og þannig eru sko, hundingjar að benda á hvernig að sko, venju samfélagsins og táknfræði samfélagsins getur verið gildislega. Það er þó, glæsir. Skólið maður breytur í náttúrulega. Sem segir okkur líka að samfélagi hefur ekki breyst mjög mikið, sko. Það er langa töng hefur þessu stöðu í samfélagi. Þriðji hópurinn sem er áhugaverður raunar nýkominn undir hendur fræðimanna. Árið 1945 fannst í eyðimörkinni í Egyptalandi, Nag-Hammadi, gríðarlegt ritsafn handrita af ritum sem kirkjunnar yfirvöld höfðu markvisst eytt á 5. og 6. öld. En fræðimenn vissu að þessi rit voru til, meðal annars vegna tilvitnanna kirkjufeðra. Og þeirra áhrifamest Tómasarguðspjall sem líklegast rit sem að inniheldur hefðir sem eru jafngamla ræðuheimildinni. Það er að segja eru eldri heldur en þau guðspjöll sem við eigum í Nýja testamentinu. Og það sem að gerir Tómasarguðspjall einstakt er það að þar ræðusafn sem ekki inniheldur narratív eða söguþráð eins og ræðuheimildin sjálf. Og mjög ólíkt sjónarhorn á það hver Jesús er. Í staðinn fyrir að túlka persónu Jesú og boðskap hans ríki Guðs með hliðsjón af gyðinglegum hefðum, að þá leitar Tómasarguðspjall til Platóns, nánar tiltekið sköpunarsögu Platóns í Tímeusi,
til þess að skýra hver Jesús og frelsun í Tómasarguðspjalli akkurat fólkin í því að átta sig á því að Jesús eins og þú ert eins og Jesús og þú getur gengið inn í Guðs ríkið með hann hér við hlið. Og Tómas þýðir tvíburi og höfundur þessar Guðspjalls eða kennivaldi í Guðspjallinu er sagður tvíburi Jesú en þú sem trúaður einstaklingur getur orðið tvíburi hans líka. Þannig að það er ekki verið að tala bókstaflegan tvíburabróður. Og hér eru hefðir sem við þekkjum alveg úr Nýja testamentinu sjálfu. Setjum sem svo að þeir sem í forsvari fyrir þau segir sjá ríki konungsins í himingeminum. Þá eru fuglar himinsins og undan niður ef satt væri, það er að segja fuglarnir eru nær. Sömulegir segir þeir ríki konungsins í undirdjúpunum, þá eru fiskarnir yfir fyrri til ef satt reynist. En þar skjáttlast þeim því konungsríkið bæði innra með ykkur og utan niðar. Þá aðeins að þið þekki sjálfur munu kennsl verða borin af yður og yður mun skiljast að þér eru afkomendur hins lifandi föður. Það er að segja leitin að Guði ekki handan leit, þetta leit innra með. Og Tómasar hefðin að hún hélt áfram líkt og Jóhannesar kristni í Tómasar hveri og Tómasar sögum. Tómasar hver vissu fræðimenn ekki fyrir fund Nag-Hammadi handritasafnsins en frá annarri öld. En Tómasar saga var mjög vel þekkt og barst meðal annars hingað til Íslands í formi þýðinga á miðöldum úr latínu og kennuður minn Jón Magnús Ásgeirsson hann hefur rakið þessa sögu Tómasar kristni til Íslands strandar, enda eins og þið vitið eru mjög merkilega hefðir varðveittar hér við þetta aðrenda. Fjórði hópurinn eru síðan í Markúsar Guðspjalli kraftaverkasögur, þar sem að leita fanga í frásagnir af Jesú sem kraftaverkamanni í leita spurningunni hver hann og þar kallast á í Markúsar Guðspjalli tvær hefðir, hver með 5 kraftaverkum og það má menn hafi gert sér í hugalund að það séu að ræða 2 heimildir sem að Markúsar Guðspjall tekur upp í sérhverju lagi og sterkustu rökin fyrir því eru svo að bæði þessi textaknippi byrja á sögu tengist Jesú og vatni í fyrri heimildinni Jesús stillir storminn í bátnum og síðan heimildinni það að Jesús gengur á vatni og báðar bæði söfn enda á þessari frásögu af því þegar Jesús mettar lífið. Og sú frásaga tvítekin í Markúsar Guðspjalli, hún dúbletta sem sagt og bæði í 7. kafla og 8. kafla og í fyrra skipti mettar af 5.000 og í seinna skipti 4.000 en narratífin mjög svipuð. Í bæði skiptin eru brauð og fiskar og táknfræðin svo saman. Jóhannesar Guðspjall inniheldur líka kraftaverkasögur, það ekki bara samstofna Guðspjallin sem gera það, þau eru í allt öðru samhengi þar. Kraftaverkasögurnar í Markúsar Guðspjalli eru kraftaverk sem eru látin standa ein og sér og segja með kraftaverkinu til það hver þessi Jesús Og við eigum sambærilega sögur af kraftaverkamönnum, samanber sá sem ég man ekki hvað heitir. En í Jóhannesar Guðspjalli þá eru kraftaverkin ekki kraftaverki sjálfum sér, heldur tákn og þau eru túlkuð guðfræðilega af höfundi Guðspjallsins. Það er stóð Lúðmerkur kraftaverkumæðurinn heitir, sem samtímamaður Jesú. Það kemur. Nú 5. hópurinn, eftir ekki tímanum Katrín, 5. hópurinn síðan söfnurinn í Jerúsalem, en þar störfuðu hinn sögulegi Pétur, hinn sögulegi Jakob og hinn sögulegi Jóhannes. En Jakob, bróðir Jesú, var föstuðumöður safnaðarins og við eigum töluverðar heimildir bæði úr Pálsbréfum og síðan úr Postulasögunni þessa spennu sem var á milli Páls og þessa safnaðar
Og þetta eru þá gyðingar sem að voru sjálfur að ræða hvernig beri að umgangast gyðinglegar hefðir sem kristnir menn, hvort að umskurn væri krafist af kristnum mönnum eða ekki, en fyrst og fremst kannski varðandi borðsiði. Og þar lendir Páli saman við söfnun í Jerúsalem. Og eftir átökin í Jerúsalem, þar sem að rómverski herinn ræðst inn í borgina og gerir allt jafnar að það mistur yfir jörðu, að þá flýr þessi söfnun til Pella og áhrif hans minnka mikið. En Jakobsbréf inniheldur heimild sem eða heimild sem líklega inniheldur áherslur þessa safnaðar og þar erum við með sterkt tengsl við fjallræðuna og ræðu heimildina þar með. En áherslan í Jakobsbréfi ekki endilega á krossdauða Jesú, heldur á speki Guðs. Og það mjög þekkt stef úr hellenískum bókmenntum. Það að segja, með því að leita til Guðs eftir speki öðlastu frelsu. Og þessi texti, fyrir kafli Jakobsbréfs 17-18, svona grundvallandi í þeirri hugmyndafræði. Sú speki sem að ofan sem hún þykkur af Guði, hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsum, ljúfleg sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávaxta, óhlutdræg, hestinslaus, en friðflytjendur uppskera réttlæti og frið. Og þetta náttúrulega sterka endurómun í fjallræðinu sjálfur. En í frumkristnum hefðum þá gegnir spekin töluvert mikilvægu hlutverki. Í ræðuheimildinni eru Jesús og Jóhannes skýraði sendibúða hennar. Í Jakobsbréfi getur þú þegið hana og Jesús tekur á sig hlutverk spekinnar, en Mattheus og Guðspjall og Lúkas og Guðspjall ganga lengra í því og segja að Jesús sé hálfgervingur spekinnar í Mattheus og Guðspjalli og í Lúkas og Guðspjalli persónugerving. Ekki persónugerving heldur Guð sjálfur. Og ef eitthvað fyrirbæri er hliðstætt hugmyndum Jakobsbréfs og ræðuheimildirinn speki, að þá það hugmyndir Páls heilagan anda, hvernig þú þykkur heilagan anda að gjöra, og að sjálfsögðu það skila sér í þrenningarhugmyndum. 7. og 7. kaflinn eru svo pálinskar hefðir. Af Pálsbréfunum má ráða að það eru hópar sem að hann kemst til trúar í tengslum við. Þar sem að dauði Krists miðlægt og þið þekkið öll söguna í postulasögunni þar sem að Páll á veginum til Damaskus og hinn uppristni frelsari mætir honum og ávítar hann fyrir að vera að ofsækja kristna menn og hann kemst til trúar fyrir það. Leitardómur Páls að sjálfsögðu sá að hann mjög duglegur að ferðast og skrifa, en hann tekur upp þessar áherslur og vinnur þær áfram. Og maður sér það í gegnum Pálsbréfin, sem eru gríðarlega flókin bréf, að hann trúarleiðtogi sem að móta hugmyndir, svara spurningum, frekar heldur að skrifa svona kerfisbundna. Þetta þá ekki Páll postuli? Þetta Páll postuli. Þú varst að segja að einhver mætti Jesú á vegi og var að ofsækja kristna menn? Mismælti ég mig. Páll postuli, því ég lýst í postulasögunni að Jesús mætir Sál, sem síðan kallast Pál, og ávítar hann fyrir að ofsækja kristna menn og hann verður fyrir trúarlegri upplifun og gengur til liðs við þá. Og hann segir það sjálfur í bréfum sínum að hann hafi verið flokki farisea og verið mjög í nöfn við lærisveina Krists. Þannig að hann gengur til liðs við hópinn sem hann var með mest í nöfn við. En þetta akkurat Páll postuli og áhrif hans á Nýja testamentið hafa verið gríðarlega mikið. Og þið sjáu eins og með Lúkasar Guðspjall að það það Guðspjall sem að næst áherslum Páli postula. Lúkasar Guðspjall postulasagan í raun og veru Guðspjall Páls, svo má segja, því að þið skoðið postulasagan hefst með lærisveinunum 12 og segir svo sögu Péturs í fyrri hluta,
en sögu Páls í seinni hluta, þannig að það Páli er treyst fyrir því að koma fagnaðarerindinu Jesú Krist í höfn til miðju heimsveldisins, Rómarveldis. Nú, þegar þessi rit það til að þá hefst umræða það hvaða rit skyldu vera álitin heilög og hvaða rit ekki. Og svo framar þess að við vitum að þá voru langflestir hópar þeirra sem að leituðu til Jesú eftir fyrirmynd og kennivaldi og túlkunarramma sem að þekktu Gamla testamenti, grískar þýðingar og Gamla testamentinu. Og Tómas og Guðspjall er náttúrulega augljós undantekning frá því og mögulega þeir hópar sem að leituðu í kraftaverka frásögnum eða kínska frásögnum. En í þeim ritum sem við eigum í Nýja testamentinu þá er það Gamla testamentið, eða gríska þýðingin á Gamla testamentinu sem er til grundvallar. Og elsta tilraunin til þess að mynda regluvitarsafn er reyndar mjög ólíkt í regluvitarsafni sem við eigum, sem er þá Markion frá Sinope, en hann var mjög áhrifamikill kennari og það var söfnuður sem að lifði allt fram á 50. öld sem að kenndi sig við hann. Og hann taldi 10 Pálsbréf sem að flestir er varðveitt í dag og er í Nýja testamentinu og svo Lúkas og Guðspjall, en hafnar Gamla testamentinu. Og ef þið skoðið hvernig að Nýja testamentið er uppbyggt, þá er Matteus og Guðspjall fremst og það er ekki tilviljun. Matteus og Guðspjall er gyðinglegasta Guðspjallið, ef svo má segja. Það er það rit Nýja testamentisins sem gengur lengst í því að viðurkenna gyðinglegar hefðir og myndar þá einhvers konar brú á milli Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. En það var mjög umdeilt einmitt hvort að Gamla testamentið ætti að teljast heilagar bókmenntir eða ekki. Nú meðal kirkjufæðra að þá var Ireníus biskup í Lyon, fyrstur til að viðurkenna 4 guðspjöll og hann gengur langt í því að ræða það hvernig að sú tala sé heilög. Það er að segja eins og að náttúran velur 4 til að verða burðarása. Þú byggir hús með 4 póstum. Dýrin hafa 4 fætur eða 4 skanga og svo framvegis. Eins er það guðleg sköpun eða guðleg tilengun að guðspjöllin ætti að vera 4. En það sem skýrir mögulega einmitt af hverju þau eru 4 er það hversu miklum vinsældum þessi 4 guðspjöll höfðu náð. Bæði höfundur Matteus og Guðspjalls og Lúkas og Guðspjalls gera tilraun til þess að leysa Markus og Guðspjall af honum. Og í upphafi Lúkas og Guðspjalls þá segir höfundurinn bara þetta rit sem ég er að skrifa ykkur er til þess að þið þurfið ekki að lesa önnur rit. Með mínu riti kemur fram samsuða og því besta sem við þekkjum nú þegar. Og þær tilraunir héldu áfram, til dæmis með Diatessaron Tatians sem er svona samantekt úr guðspjöllunum 4. Og það er svo merkilegt að þessi Diatessaron, hann náði meiri útbreiðslu á 3. öldinni heldur en nokkur gamla guðspjall. En af því að Markus og Guðspjall var viðlesið, að þá héldu þau að fyrir velli sem betur fer, þannig að þetta er ekki eins góð einsýn inn í þennan heim. En snemma á 3. öldinni að þá fara þessi rit að hafa ákveðna stöðu og undir lok 3. aldar að þá er Nýja testamentið orðið til. Og það er Athanasius biskup í Alexandríu sem fyrstur manna nefnir þau 27 rit sem að mynda Nýja testamentið kanon eða regluvitarsafn. Og fyrst út komið með þau rit sem eru inni, að þá ertu líka komið með þau rit sem eru úti. Og það leiddi meðal annars til þess að rit sem voru minna lesin eins og Tómas og Guðspjall voru útilokuð og markvist eitt síðan. Nú, Sighvatur sem okkar kirkja kennir sig við, að hann tekur upp þessu spurningu regluvitarsafnið og ögra stöðu ákveðinna rita í Nýja testamentinu sem eru Hebreabréfið og Jakobsbréf, Júdasarbréf og Opinberun Jóhannesar. Og ástæða þess er sú að hann telur að þessi rit endurspegli áherslur sem eru ekki í takt við hugmyndir Páls postula réttlætingu af trú.
og það í raun og veru þarna á siðbótum tímanum sem í fyrsta sinn í raun og veru frá 4. öld sem spurningin hvaða rit eiga heima og hver ekki tekin upp á ný. Já. Þetta tala ættu ekki heima? Já. Hann, Martin Luther. Já, ættu ekki heima. Þangað til í raun og veru á 20. öldinni en þó að handritafundir Nag Hammadi til dæmis hafi fundist 45 að þá tók það langan tíma fyrir þau að komast undir hendur fræðimanna og í dag eru rit á borð við Tómas og Guðspjall lesin sem einstýrmættar vísbendingar frumkristni átrúnað og rit Nýja testamentisins. En engin kirkjudeild hefur ennþá tekið þau upp sem heilög, svo má segja. Já. Og í 5 mínútur eftir? Ég þarf 5 mínútur. Nákvæmlega. Og þá það einmitt, sko, hvað getum við gert við þessar upplýsingar? Hvað segir þetta okkur Nýja testamentið og okkar trúararf? Í fyrsta lagi getum við dregið þá ályktun að kristinn átrúnaður í eðli sínu eða á í eðli sínu fjölbreyttan uppruna. Þannig að hugmyndir til að skýra og til þess að setja mæri á það hverju má trúa og hverju ekki, að þær eru umræðar sem að eiga sér stað á öllum öldum kristindómsins, sem svo má segja. Á öllum tímum hafa verið ólíkar áherslur jafnvel á hinum frumkristnu tíma og það má eiginlega segja að mestan fjölbreytileika megi finna akkurat í hinum elstu hefðum, þar sem að höfundar leyfa sér að sækja hugmyndir í allt aðra átt eftir svarið við spurningunni hver þessi Jesús, samanber Tómas Luther. En sem sagt, leið kirkjunnar eða leið trúarsamfélagsins til þess að búa til einhvers konar einingu tvíþætt, en annars vegar í játningum og hins vegar í dómum það hvaða rit eru rétt og hvaða rit eru villutrú. Og þekktustu játningarnar sem við eigum sem kirkja, þær eru nú bara inn í samanbókin okkar. Hérna á fremstu blaðsíðu postulega trúarjátningin sem er svona eina af þessum tilraunum til þess að búa til konsensus hvað það sem við trúum. Og á allra síðustu blaðsíðunni, hinum megin í samanbókinni, Níkeu-játningin sem er önnur af þessum trúarjátningum, en kirkjan okkar viðurkennir 3 Athanasius og játninguna líka og síðan fræðin minni og meiri eftir Martin Luther. En spurningin, sko, það sem í húfi í þessu akkurat þessi áhersla sem ég vitna hér í frá Kyprianusi frá Karþagó. Það að segja að utan kirkjunar enga sálir hægt að finna. Og það náttúrulega, hvað maður að segja, ég vil meina að það sé hérna þessi staðhæfing til þess að undirstinga þetta vald, hvað rétt og hvað rangt, sko, sem að framandi í Nýja testamentinu í raun og veru. En ef við sjáum postulegu trúarjátninguna fyrst vegna þess að hún einföldust og hún sé ekki elst, að þá sláandi hversu mikil pálínsk hugmyndafræði hér að baki. Ef við teljum við pópana að þá segjum við að ræðuheimildin sé sá hópur sem að leggur mesta áherslu á það hvaða speki Guð hefði Jesús hefði fram að færa. Kínikíðarnir segja að hann verið kennara, kraftaverkahefðirnir hans kraftaverkamaður. Tómasarfólkið að hann sé einhvers konar platónskur vera, handan vera, svo má segja. Og Jakobs bréf að hann sé erindreki hinnar himnesku speki. En það ekki pálínska áhersla sem að skín hér í gegn. Og þið sjáu það hér að rekja sögu Jesú, getsinnar heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíus og Pílatus. Í játningunni ekki rými fyrir starf hans, eða kennslu, eða áherslu, eða boðskap, heldur einungis hver hann og hvaða handarveruleika merkingu hann hefur. Það er að segja,
Hann kom til að deyja, hann fæddist til að deyja. Ekki satt. Og það eins með Níkói-játninguna, hún gengur lengra og þó að orðalag Níkói-játningarinnar kunni að virðast framandi, að þá hvert orð meitlað af einhverjum deilum. Guð af Guði, ljós af ljósi, sannur Guð af Guði sönnum, fæddur eigi gjörðum samur föðurnum fyrir hann allt skapað. Hvert orð í þessari Níkói-játningu sem kennd við kirkjuþingið í Níkói 325 kemur til að deilum það hvernig ber að skilja persónu Jesú. Og niðurstaðan sem að skín í gegnum þessar deilur er svo viðurkenning frumréttrunar kirkjunnar að Jesús hafi verið raunverulegur maður, alvöru maður, ekki bara einhvers konar skynvera eða handanvera sem kom inn í heiminn sem framandi afl, ekki einhver geimvera, hann var alvöru maður, en á sama tíma tengslans við guðdóminn hafi verið slík að hann var sannur Guð af Guði sönnum, eins og við sjáum. En áherslan í Níkói-játningunni, þó að hún sé eldri, er nákvæmlega svo sama. Klæddist holdi fyrir en heilagan anda af Maríu mey og gjörðist maður. Hvað gerist svo í játningunni? Jú, hann var og krossfestur fyrir oss. Þannig að það er sama áhersla sem að hann fæddist til að deyja. Og síðan á 5. öldinni verður til þessi þriðja játning sem að kirkjan átti viðurkenning, sem er Aþanasíusarjátningin. Og hún er gríðarlega flókin, enda verða þeir æ flóknari eftir því sem tíminn líður. Hún er ekki í sáfubókinu okkar Aþanasíusarjátningin, hún er á heimasíðu kirkjunnar. Og hún er tilraun til þess að svara spurningum og búa til einhvers konar konsensus það hvernig hann og orðalagið verður æ flóknara. Svo sem faðirinn þannig sonurinn, þannig og heilagur andi. Faðirinn óskapaður, sonurinn óskapaður, heilagur andi óskapaður. Faðirinn ómælanlegur, sonurinn ómælanlegur, heilagur andi ómælanlegur. Faðirinn eilífur, og þið sjáu Þið sjáu hvað í húfi. Það í húfi að leysa úr deilum, umræðum, sem kannski aðferð sem að nútímanum hugnast ekki, því að akkurat í deilunum umræðum fæðast oft töfrar. Þessi langa játning endar síðan á hótun. Þetta er almenn trú. Sérhver sem ekki trúir henni í einlægni og staðfastlega mun ekki geta frelsast. Það er að segja, handaveruleikinn er í húfi, ef svo má segja. Og við sem erum guðfræði menntuð, erum í fullu fangi með að bara skilja þetta orðalag og nálgast það, hvað þá að trúa því einlægni og staðfastlega. Og nú ætlum ég ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti. Ég myndist á það áðan að Páll postuli og Jakob bróðir Jesú hafi verið að rífast. Og við vitum það, þeir voru það. Jakobs bréf inniheldur líklegast ekki andpálínska retorik, ef svo má segja. Það er ekki verið að tala gegn Páli í Jakobs bréfi, þó að Martin Luther hafi lesið Jakobs bréf þannig. En það er alveg ljóst að Páll er að tala gegn Jakob, fyrst og fremst í Gálatabréfinu. Og þegar Póstulasagan lýsir þessari atburðarás þá gerur hún lítið úr deilum þeirra á milli vegna þess að þá er bara töluverður tími liðinn. En hvar enda þessi tveir ólíku menn með ólíkar áherslur, Jakob bróðir Jesú og Páll? Hvar eru þeir samstíga? Og það er svolítið merkilegt og það er það sem mig langar til að skilja okkur eftir í þessum fylgistegi. Áherslan þessi, við erum ósammála, svo ég sletti, we agree to disagree, en við ætlum að setja alla okkar orku í þjónustu við þennan fátæka. Það er að segja spurningarnar sem brunnu á þeim, hvernig skal umgangast borðsamfélagið, hvernig skal umgangast lögmálið, hvernig skal skilja persónu Jesú, er í lagi fyrir okkur að vera ósamálum, en það er ekki í lagi fyrir okkur sem kennum okkur við Jesú Krist að sinna ekki hinum fátækum, að sinna ekki þeim sem eru þurfandi, þeim sem þurfa aðstoð að halda. Og
Og hafi guðfræðileg umræða einhvern tímann verið heilbrigð, þá vil ég meina að þarna sé akkurat heilbrigðasti punktur guðfræðilegrar umræðu. Það er það spurningarnar það hverju þú trúir sem einstaklingur og við trúum sem kirkja skipta máli, en þær mega aldrei skyggja á hið raunverulega erindi, sem að er erindi Guðs í heiminum sem á við þá sem þarna staðstofa. Og með þeim orðum skulum við fá kaffi og svo eftir ætlum við að fá að vinna aðeins með þessar hugmyndir.